Og áfram höldum við í föstudagsþættinum. Nú ætlum við aðeins að fræðast símenntun Háskólans á Akureyri og til mín eru komin Elín og Stefán, velkomin. Takk fyrir. Þið vitið allt þetta mál. Já, ég hræddi það. Og nú alltaf að koma haust svona hvað á hverju og þá fer fólk að hugað námi og öðru. Og þetta alltaf að fara í gang eða hvað? Já, bara byrja strax í næstu viku. Já. Þá byrjar svona sem kallum aðfaranámskeið fyrir nýja háskólanema. Já. Svona til að rifja upp. Svo kannski efnafræði, stærðfræði. Þannig að símenntun sér það, eða hvað? Já, við bjóðum það því að sko, það allt sem við gerum, það kostar. Það ekki, þetta ekki hluti af námi háskólans, þetta valfrjálst. Þetta val, þetta ekki skylda, þetta bara þeir sem vilja aðeins rifja upp. Vilja aðeins rifja upp, já, og læra svona kannski vinnubrögð í háskóla, eitthvað slíkt. Þá geta þau skráð sig á þetta. Og þetta þá svona styttri námskeið einhver? Já, styttri námskeið. Já. Og svo kannski fara í gang einhver lengri og strangari námskeið? Já. Það byrjar svona mánaðamótin. Já, það er 1. september hefst fyrsta lotan í stjórnendanáminu hjá okkur. Já, er það einhver nýjung eða hafið þið lengi verið með þetta nám? Búin að vera með hvað, 2 ár? Já. 2 ár síðan að við fengum það yfir til okkar. Þetta er í eigu Samtaka atvinnulífsins og Samband stjórnendafélaga og við hýsum þetta fyrir þá, þau samtök og sjáum allan rekstur og sjáum að keyra þetta áfram gegnum okkar kerfi. Og hvernig hefur gengið á þessum 2 árum? Bara vonum framar. Já, margir búin að fara í gegn? Já, við erum útskrifað fyrsta hópinn á morgun sem byrjaði hjá okkur fyrir 2 mánuðum. Já. Það er mjög spennandi. Já. Hvað er það stór hópur, vitið þið það? Sem útskrifast á morgun? Það eru 14 manns. 14 manns? Já. Og er þetta sirka svona hópurinn sem er að skrá sig, eða er það misjafnt? Það fer fjölgandi, þannig að það er bara jákvæmt. Og það er kannski engin fjöldatakmarkun af því þetta er meira og minna á netinu? Nei, þetta er bara þeir sem vilja skrá sig geta skráð sig í það. Þetta er stjórnendanámið og svo eru þið með eitthvað meira skemmtilegt. Já, við erum með alls konar. Eru þið bara með langan lista? Erum við að tala 10, 20, 30? Námskeið, já. Við erum að tala nokkra flokka, sko, við erum að tala tungumál. Já. Þar erum við að kenna bæði spænsku, ítölsku og kínversku ætlum við að vera með. Það er mjög spennandi í samstarfi við reyndar Konfúsíusstofnun í Háskóla Íslands. Því að nú fjölgar kínverskum ferðamönnum sem aldrei fyrr og það þarf einhver að kunna kínversku? Já, og svona vita Kínverjar vilja hafa hlutina kannski svolítið öðru sem við, búar og svona, þannig að það er mjög spennandi. Og nú svo erum við með námskeið á sviði uppeldismála, heilbrigðis, stjórnunar, náttúrulega heilmikið. Svo erum við með nám sem er mjög vinsælt hjá okkur sem heitir verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Þar erum við búin að vera með, það sé ekki 9. veturinn, eitthvað svoleiðis. Já, vá. Komið reynsla á það? Þar kemur fólk í lotur. Þetta er svolítið mismunandi snið á þessu. Þar kemur fólk í lotur og er viku í einu, 2 vikur á haustmisseri og 2 á vormisseri. Svo vinnur það bara saman í gegnum netið og svoleiðis. Þannig að það er eitt formið á þessu. En það sem er nýtt hjá okkur að við ætlum að bjóða námskeiðin okkar stuttu bara í gegnum netið. Þannig að fólk getur verið með í því sem kallast Zoom. Zoom? Hvað er það? Er það upp-Zoom? Zoom er að upp? Nei, það er bara, hvað ég að segja? Þetta er bara myndbandsforrit, eða myndspjallsforrit. Ég vil meina að þetta sé eins og Skype, en bara miklu betra. Þetta er einfaldara, þú smellir bara á hlekk og þú ert komin inn, þetta er stabílað, þú ert með betri myndgæði, betri hljóðgæði. Og þetta er svona, ég vona að ég sé ekki að stíga einhverja tær hjá Microsoft aðdáendum á landinu, en þetta er talsvert svona notendavænn og þægilega heldur en eins og Skype. Þannig að þú getur bara verið við Zoom er ekki nafnið á námskeiðinu heldur tækninni. Þetta er öll þessi styttri námskeið sem að verða boðin upp í þessu kerfi. Já, þannig að þú getur bara, ef þú ert með nettengda tölvu, hvar sem þú ert. Bara það er svona í Skotlandi eða? Já, þú getur tekið þátt. Og ekki gleyma fjarverunum okkar. Já, förum aðeins við fjarverur. Fjærverur? Nei, fjarverur. Fjarverur. Eru það ekki hérna róbótarnir? Jú, það eru fljótandi hausarnir. Keyra bara Hvað eru þeir búin að vera lengi í gangi? Komið mikið reynsla? Þeir byrjuðu bara svipuðum tíma og ég. Semst fyrir tæpum 2 árum. Og það er alltaf að aukast notkunin á þeim. Þessi konstið búin að lága með þetta, mjög ánægð með þetta. Þá geta þeir að tekið þátt. Þá ertu bara heima, kannski á Skagaströnd, og loggarð inn í þessa fjarveru og ert þá bara partur af hópnum einhvern veginn. Það er alveg dásamlegt að sjá þetta gerast, sjá 3 nemendur labba einganginn og síðan
Svo spyrja ég kannski hvar er L101? Það er einhver sem keyrir hérna með mér að spyrja. Best er að þegar einhver gleymir að það eru fjarverur í tíma og lokar hurðinni. Því að róbótarnir eru ekki með hendur, ekki ennþá. Þannig að þá maður að sjá nemendur banka með því að keyra fram og tilbaka á hurðina, sko. Til að komast út? Nei, til að komast inn. Til að komast inn, já. Já. Tíminn byrjaður og þau fyrir utan. Er þetta einhver framtíðar músík að setja hendur á fjarverurnar? Já, ég vona ekki en. Jú, allir það ekki. Þetta verður alltaf betra og betra og tæknin fleitir náttúrulega fram. Við ætlum að nýta þetta. Hafið einhverja hugmynd hvað þið vona á mörgum í námskeið hjá Símenntun? Í vetur? Já. Vonandi mörg hundruð. Já. Hvað voruð með fyrir einhverja tölur? Ég man hann ekki. Það var alveg slagað hátt í 1000, sko. Já. Það er alveg. Við erum með mikið af námskeiðum og... Já. Og til að kynna sér þetta, þá er það bara inn á vef Háskólans. Eða okkar, Símenntun HA. Þið eru með sérvef, Símenntun. Já. Og síðan er stjórnendanám með sérvefin stjórnendanám.is. Já. En það er annað sem okkur langar líka til að tala það er í rauninni þessi tækni í fjarnámi sem við bjóðum upp á og þessi reynsla af því að hýsa námskeið fyrir eins og starfsmenntasjóð, Samtök atvinnulífsins og Samband stjórnendafélaga. Þetta er eitthvað sem við viljum selja út líka. Já. Bjóða stofnunum og fyrirtækjum að koma með sín innanhúsnámskeið í staðinn fyrir að þau sé að ferja fólk til Fáskrúðsfjarðar eða Reykjavíkur eða hvert sem er. Að þau getur bara komið til okkar, við setjum þetta upp í fjarnámi og gríðarlega náttúruvænn kostur. Umhverfisvænn. Og spara tíma. Tími í fjármunni fyrir að þetta er allt sem bara bingo. Já, við sjáum þetta þannig. Og eru þið þá með svona augun hjá okkur, vitið þið af námskeiðum sem að þið sjá fyrir ykkur að þið getið tekið utanum? Já, við erum í við erum bara að stíga okkar fyrst skref með þetta og erum í svona samtölum við hinar ýmsu stofnanir. Fyrirtækjastofnanir. Okay. Þannig að það er bara láta vita af okkar möguleikum. Já. Hvað með eins og Símey sem er hérna á Akureyri? Er það eitthvað samstarf þarna á milli eða eru þið brjálaðir samtali? Það er náttúrulega ekki bara það heldur, það er Endurmenntun Háskóli Íslands, það er Opni Háskólinn í Reykjavík, Mímir Símenntun, þú getur talið endalaust upp. Þetta er bara eins og með annað, það er bara... Nú er staðsetningin heldur ekkert lykilatriði eins og þið segja, þetta er allt orðið tækni eiginlega. Þannig að það er einmitt. Það er einfaldara fyrir alla. Kannski það sem við höfum einmitt er þessi þekking og kunnátta í fjarnámi og þessi geta til þess að setja þetta upp sem slíkt. Þannig þar græðum við auðvitað á nálægðinu við háskólann. Að vera á sama stað. Ég nefnilega veit eitt sem var í sálfræði í Háskóla sennilega Íslands og flutti svo út og þá færir hann sig hingað yfir til að geta verið úti í náminu. Þannig að þetta er svona tenging við umheiminn. Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Er eitthvað fleira sem við erum að brenna inni með eða er þetta bara komið? Já. Bara hvetja allar til að kíkja á úrvalið og drífa sig að skrá sig. Er eitthvað svona frestur til að skrá sig? Það eru auðvitað námskeiðin er á mismunandi tíma og það þarf auðvitað smá tíma til að undirbúa og kennarar þurfa að vita með má fyrirvara hvort það verður og svoleiðis. Já, svo þetta eru náttúrulega rúllandi námskeið, þau kannski byrja ekkert öll í haust. Nei, þau byrja bara á mismunandi tímum yfir önnina til dæmis. Takk kærlega fyrir komuna, Elín og Stefán. Takk.